Húsafell þekkja flestir og margir eiga dásamlegar minningar þaðan og ennþá fleiri sem eiga eftir að eignast góðar minningar þar því að það er allt í boði í Húsafelli. Nýjasta viðbótin er Giljaböð, náttúrulaugar í einu fallegasta gili sem ég hef séð. Unnar ætlar að segja okkur aðeins frá starfsemi Húsafells og þessari nýjustu viðbót. Húsafell á sér auðvitað langa sögu í ferðaþjónustu og þeir eru frumkvöðlar í sjálfbærni. Þið haldið áfram endalaust. Hér var að rísa ný afþreyingarmiðstöð. Ég er í rauninni kannski 7. kynslóð af ferðaþjónustubóndum á Húsafelli ef að tala aftur til Snorra. En það svona byrjaði fyrir alvöru upp úr 1960 þegar amma og afi, Kristleifur og Sigrún, þau hættu að búa með fé og fóru að búa með menn og hófu uppbyggingu á ferðaþjónustu svona fyrir alvöru. Og síðan var afi mikill frumkvöðull og það er svona, við erum búin að vera að vinna í því að láta hugmyndirnar hans rætast. Afi byrjar með fyrsta íshellurinn í Langjökli í kringum 1995. Þú hefur verið talin alveg galinn fyrir vikið á þeim tíma, er ekki? Jú, það er alveg óhætt að segja það. Og hann var mikið að byggja upp afþreyingu, ferðir upp á jökulinn og nýta náttúruna hérna í kring undir afþreyingu fyrir hópa og fjölskyldur sem voru hérna að ferðast. Hann til dæmis hafði hugmyndir af byggingu á hóteli en hann var talinn algjörlega galinn að alltaf detta í huga að ferðamenn myndu vilja gista einhvers staðar annars staðar en í Reykjavík. Þannig að það er margt af hans hugmyndum sem eru að koma í ljós núna. Já, með marg verðlaun á hótel hérna, eða ekki núna? Jú, það bara hefur gengið, það er gaman að segja frá því hvað hefur gengið vel og núna nýjast var að við fengum aðild að National Geographic Unique Lodges of the World sem við erum ákaflega stolt af. Já, og útleggst á íslensku? Rauninni bara sjálfbærir, einstakir gististaðir. Það er eitthvað sem einkennir þá og það sem einkennir okkur er sjálfbærni. Nú er fólk að sækja í auknum mæli í göngu og hjól sem afþreyingu og allar þessar leiðir sem þið hefur núna verið að merkja. Hvað er þetta margar leiðir og hversu langar eru þær? Þær eru mislangar. Þetta eru cirka 10 leiðir sem við erum búin að setja inn á gönguleiðakort. Þetta eru bæði hlaupa, hjóla og gönguleiðir sem eru mismunandi erfiðleikastigi. Þetta er allt bara frá því að fara með fjölskyldur með lítil börn að labba meðfram Ottunum sem eru uppsprettulindir hérna, þar sem hægt er að skoða fuglalíf og sjá fallega fossa bara á jafnsléttu upp í það að labba alla leiðina upp á ok í kannski 10 tíma göngu. Nú eru þið með meiri afþreyingu, ekki bara hjólaleiðirnar og gönguleiðirnar, þeir sem vilja gera eitthvað annað. Hvað finna þeir sér til dundu sér? Já, við viljum meina að hérna getur fundið eitthvað fyrir alla. Við náttúrulega erum með tjaldsvæðin hérna á Húsafelli. Það er sundlaug, það er leiksvæði fyrir börnin og svona hoppudýna og skemmtilegt svæði, fótboltavöllur og strandblagsvöllur og náttúrulega gólfvöllurinn okkar. Nú eru þið að opna hérna nýja afþreyingarmiðstöð og það er kannski eitthvað sem maður áttar sig ekki á. Maður veit af þessu frábæra hóteli en allir þessari afþreyingu sem stendur fólki til boða. Já, við erum svo heppin að það er alveg ótrúlega mikið hægt að gera hérna á svæðinu og flestar ferðirnar fara héðan og enda hér og þannig að okkur vantaði svona stað til að þess að væri hægt að pakka þessu saman og fólk geti fengið upplýsingar um ferðirnar og hvað væri hægt að gera hérna á svæðinu. Og afþreyingarmiðstöðin er hérna heldur utan um það, þannig að hérna kemur fólk sem er að fara í íshellana, hraunhellana, gönguferðir, hjólaferðir, skoða náttúruna hérna í kring, svo sem Hraunfossa og Barnafoss. Og svo síðast en ekki síst nýju Giljaböðin á Húsafelli sem það er farið í þær ferðir hér. Þetta er búið að vera verkefni hjá föður mínum í hérna hugmynd sem hann er búinn að búa að lengi og hérna en það hefur í rauninni ekki verið mögulegt að koma þessu verkefni í framkvæmd fyrir en núna þegar við settum nýjustu vatnsaflsvirkjunin í gang að þá var vegað upp að inntaksmannvirkinu sem liggur hérna framhjá þessu gili. Við ákveðum að búa til ferð úr þessu vegna þess að þetta er svolítið perla hérna og það þarf að stýra aðgengi hérna til þess að þetta fá að njóta sín eins og best verður á kosið. Og þess vegna er farin ferð frá Húsafelli
og farið í smá gönguferð hérna meðfram, það eru 2 samsíða gil, hérna Deildargil og Hringsgil. Við löbbum upp með Deildargilinu út á útsýnispall þar yfir skemmtilega fossa og síðan komið hérna í Hringsgilið og farið í pottana hérna. Og svo aftur tilbaka á Húsafell, þannig að þetta svona 2 tíma ferð sem er farin. Og þetta öllum fært. Við sjáum hérna lítil börn í pottunum og þetta bara allur aldur sem kemst í þessa ferð. Það allir sem geta labbað svona upp á 3. hæð í stiga, þá þeir geta farið í þessa ferð. Já. Gangan tiltölulega einföld en það náttúrulega vissulega þarf að fara hérna upp og niður stiga til að komast ofan í gilið. Þið haldið sjálfbærni hugsuninni út í gegnum alla ykkar starfsemi. Það var hugsun hér á bakvið, hvernig þetta búið til. Já, hérna leitust við að nota í rauninni öll aðföng sem hægt hérna úr náttúrunni í kring eða sem sagt öll þessi framkvæmd hún afturkræf. Það hægt að taka pottana í rauninni hleðslurnar í burt og þá bara gilið eins og það var. Og þessi baðhúsið hérna, það í rauninni byggt bara eins og bryggja á símastaurum og það engin steypa og við reynum að forðast að nota öll svona aðflutt efni en auðvitað þurftum við að nota timbrið og skrúðnar í það en eins og til dæmis snagar og annað þar endurnýtum við hestaskeifur og svona leitumst við að nota þá hluti sem fást í náttúrunni hérna. Það engir innfluttir steinar, allar hleðslurnar eru gerðar úr steinum sem voru í gilinu hérna fyrir. Og svona já, við leitumst við að halda í sjálfbærnina eins og hægt er. Ég búinn að koma hérna ansi oft en ég einhvern veginn alltaf heillaður og það gefur manni svona góða tilfinningu að það líklegt að öðrum finnist það sem að koma hérna kannski bara einu sinni. Finnst þetta skemmtilegt. Já, þú bara ferð ekki leið á þessu? Nei, og náttúran bara svo stórbrotin. Það öll mismunandi veður, að vera hérna á sumri, að vera hérna yfir veturinn kannski í norðurljósa dansi eða hvort sem að það í svona veðri eins og í dag eða hvernig sem maður sér alltaf einhverja nýja vinkla og nýja fegurð og upplifun í. Og það hægt að kaupa ferðir kvöld, þannig að þá þetta á veturnar og þá þetta lýst hérna upp og svona, það ekki síður notalegt þá. Já, það alls ekki síður upplifun og bara í rauninni það verði allir að prófa þetta tvisvar, bæði að fara á daginn og svo í myrkrinu og sjá hvernig lýsingin og tala nú ekki að fólk lendir í norðurljósum eða bara stjörnubjörtum himni, það alveg stórkostlegt.